Hér í dag mun fulltrúi kanadíska ráðgjafafyrirtækisins Metsco Energy Solutions flytja kynningu á úttekt sem fyrirtækið vann fyrir Landvernd á samanburði á tæknilegum atriðum og kostnaði við jarðstrengi og loftlínur á hærri spennu, á 132 kV og 220 kV spennu. Ástæðan fyrir því að við hjá Landvernd vildum láta kanna þetta er sú að við höfum verið að sjá einstök verkefni í Evrópu þar sem að kostnaður hefur verið talsvert lægri heldur en útreikningar hérlendis hafa sýnt og okkur hefur þótt skorta á óhafa úttekt á þessum málum. Þetta fundum við líka fyrir í vinnu svokallaðar jarðstrengsnefndar sem var störfum fyrir ári síðar. En hér er komin þessi úttekt og við teljum að það sé mjög mikilvægt að þegar skoðaðir eru mismunandi kostir á einhver ákveðinni línuleið að þá sé litið til þess að meta umhverfisáhrif bæði af jarðstrengjum og loftlínum til jafns. Því með þeim hætti má draga fram hver séu þá neikvæðustu áhrifin. Er það jarðstrengur eða er það loftlína? Það hins vegar verið þannig að okkur ágæta flutningsfyrirtæki Landsnet hefur ekki viljað fara út í slíkan samanburð, hefur ekki viljað meta umhverfisáhrif jarðstrengja á einstökum línuleiðum vegna þess að þessi kostnaðarmunur á milli jarðstrengja og loftlína sé of mikill til þess að yfir höfuð verði farið í að byggja jarðstrengja. Þannig að þess vegna er þessi skýrsla sem hér verður kynnt ákveðið innlegg inn í umræðuna á Íslandi sem hefur uppbyggingu og breytingar líka í raforkukerfinu. Þannig að við vonumst til þess að þetta getur orðið þarft innlegg sem muni nýtast bæði inn á Alþingi núna í þeirri vinnu sem þar fer fram varðandi stefnumótun og líka í þjóðfélaginu og fyrir Landsnet í þeirra góðu vinnu. Það er gaman að sjá svona marga hér. Ég tók þetta verkefni að mér fyrir 5 mánuðir síðan. Það var ekki hugmyndir hvað þetta er stórt mál hér á landi og ég sé það núna þegar á þessu fundi. Ég fór í að gegnum í fyrirtæki mitt og fór að skoða samanburð á strengjum, svona almennsæðilegs. Og ég byrja alltaf að tala það þegar við skoðum almennsæðilegs að það er almennsæðilegs. Það er alltaf að skoða hvert tilvik sérstaklega sig. Það er mjög mikilvægt því að það eru margar breytur sem geta á að fyrir. Þannig að byrja aðeins að kynna okkur af því að fólk veit ekki hvað Metsco er. Við erum þess að kanadískt fyrirtæki og við erum að mest megnis unnið fyrir fyrirtæki í Bandaríkjunum og Kanada og nokkuð í Asíu. Stofnað 2006 og erum í Toronto og erum svona 20-30 starfsmenn, þannig að tiltölulega lítið fyrirtæki. Og svona ýmsar, ég týndi þetta nú ekki hérna hægra mig hvað við vinnum við, en það er svona vítt og breytt raforkugeirann, bæði saman áhættunagerð, eignastýringu við stúdíur á eins og þessa og almenna verkfræði. Nokkur dæmi fyrirtæki víðsvegar sem við höfum starfað því. Svona aðeins mig líka til að segja hverju ég er hér, heima allt í einhverjum stað úr heimi til að tala þetta mál sem allir vita mikið hér. Ég er útskrifaður verkfræði frá Háskóla Íslands fyrir ansi langt síðan sé ég hérna og masterspróf frá University of British Columbia. En ég starfaði síðan þar eftir á Rarik í 10 ár, frá 90 til 2000 og fyrst ég í áætlunardeild í Reykjavík og síðan sem tæknistjóri á Akureyri. Og það var mjög skemmtilegt að ég vann þá mikið við uppbyggingu jarðstrengskerfi, dreifikerfi sem byrjaði 1990 eftir Ísingaveðurinn sem mikið sem kom. Og það var margs konar vandamál tengt að það var byggt upp og margs konar mál sem þurfti að tala á þeim tíma. Og meðal annars var einn byggður flutningsstrengur á 33 kV, 55 km lengd og það var það fyrsta stóra strenglaupinn á Íslandi og sem ég vann við og var frá Kópavogsskeri til Brúarlands og var mjög
merkileg framkvæmd. Það var 3 leiðar að lagði niður í jörðu, þeir voru hlægðir nánast alla leið og meðal annars var færið í gegnum hraun og ýmsa erfiða staði og þetta verkefni gekk mjög vel og að því sem ég best veit og þá hefur þessi springur ekki bilað síðan á lagður 96 ára minni. Og það var þannig í byrjun áður en að þessi kom til þessar sprengverknar að það var samanlega við línan sem var 30 kV lína og hún var hrundin nánast á 2 ára fresti og endurbyggð og það stóð til að byggja 60 kV línu en þá kom þessi umræðu streng og það var svona mörguleyti svipað og verið að tala núna náttúrulega mun hærri spennu að strenginni voru mun dýrari og erfiðar að leggja það á þess aftur. En það kom í ljós að hins vegar að fara ekki endur á 60 kV af því að þá þótti 60 kV strengir ekki inn í myndinni að það verið 30 kV, kannski ekki eins mikið flutningsgeta en næg samt að það var góður valkostur. Og þegar eftir að útboð voru gerð bæði á kaup á streng og við niðursetning hans að þá kom þetta út sem mun ódýrari lausn. En ekki endilega segja þetta beint yfir á 220 kV, það er þá náttúrulega munur þar á en þú byrði þarna þessu stöðu. Síðan ég flutti til Kanada 2000 og starfa þar eða Kinectric sem var fyrirtæki sem var rannsóknar störf fyrir Ontario Hydro sem svona aðal landsvirkjuna fyrirtækið í Ontario á sínum tíma. Þeir sá svona sérfræðiverkefni og ég vann hjá þeim í nokkur ár og fór síðan til Toronto Hydro sem yfirmaður áætlanir að gera. Og frá því fyrra hef ég verið framkvæmdastjóri hjá Metsco Energy. Svo verkefnið sem við vorum að tala og þetta er ekki búið langur tími en hefur mikið verið unnið að við vorum beðnir að gera almenna samanburð og ég ítreka aftur almenna á lagningu og rekstur í loftlínu og jarðstrengja á 130 og 220 kV og það var Landvernd sem fékk okkur til þessa. Og það er eins og Guðmundur sagði, það var skýrsla sem liggur fyrir og hefur verið dreift. Það er þess að tala jarðstrengi, þetta er mjög mikilvægt að því að mann oft tala jarðstrengi í gegnum söguna og það er mjög algengt að þess vegna þegar mann birta tölur jarðstrengi álaganleika og ýmislegt annað líftíma þá er allir þessi strengi settir í sama hatt. Það hefur mikil þróun verið á jarðstrengjum síðan að fyrstu jarðstrenginni koma fram. Og ég tala hérna sérstaklega flutningsstrengi og þá voru fyrstu strengirnir olíu- og gasfylltur og þeir hafa lengst verið þannig alveg fram og yfir 1990 þeir flutningsstrengi sem við þurfum og þeir eru eins og gefur til kynna vandarsamir meðferðum bæði framkvæmd og rekstur, dýrar framkvæmdir og svo eftir með olíu og gasinn í þessu og þú vilt náttúrulega ekki fá neina leka og þess aftur. Þannig að það er þó nokkur ekstra kostnaður og tiltölulega há bilanartíð. Ég man til dæmis ég vann við verkefni fyrir 8 árum síðan þar sem vorum að gera úttekt á þessum strengjum hjá Hydro One sem er fyrirtæki í Ontario, fyrirtæki það, eins konar landsnett. Og þá komur ljós að þeirra voru heilmikið af svona strengjum sem þeir lærið 1950 og 60 og margir þeirra voru komnir í frekar slæmt ástand og þótti mikið áhyggjuefni að þeirra náttúrulega olía í þeim og þess aftur. En síðan komu plaststrengir og fyrst sem á dreifispennu 1960 og ég veit ekki kemur ljós eða nú. Og það var svona ákveðin þróun í þeim. Það verður reyndar ekki nýttu mikið fyrir flutningskerfi fyrir svona 1990. En sagt með sögum þessi strengir voru náttúrulega auðveldari meðferðum en olíustrengjum en það er samt sem áður að gæta vel að samsetningum og svo hafði þau ekki svona slæma áhrif eða vatn komst í það mynduðu svokvöld vatnstré í einangruninni sem síðan gat leitt yfir og orsaka bilanir og það urðu reyndar mjög algengar bilanir og bilantíðin sérstaklega á öllum strengjum sem lagði fyrir 1980 var mjög há og þetta var oft haft svona slæm áhrif á umræðum strengi þessi strengi sem oft enn í rekstur. Síðan hjá eins og ný kynslóð sem var byrjað svona upp úr 1990. Þessir eru vatnsvarðir og
bæðileg betri kápa sem hún einangrunin sem þoli vatn og þetta kallað water resistant. Og þetta er allt annar samanburðar strengir heldur en við þessa eldri tíð og tímatíðin er margfalt lægri. Þannig að samt elstu strengir eru bara 20 ára en þegar þú skoðar samt og ég vil sýna ykkur nokkrar kurvur eftir þá er mikill munur á bílamitíðinni þessara strengja og þessara eldri þeirra. Þessum lagningu jarðstrengja það er svona helsta atriði þeir koma á keflum sem geta verið mjög stór eins og við sjáum hérna á myndinni en það er alltaf hagur í að reyna að vera með sem lengsta kafla á strengjunum því að þá er það færri samsetningar. Samsetningar eru bæði dýrari að setja saman og svo er alltaf smá bílanhætta með þeim sérstaklega í byrjun ef eitthvað er rétt gert. Þannig við reynum að hafa sem fæstar samsetningar og þar að leiðandi hafa keflin sem stæst og þau hafa verið að stækka á þessum árum og ekkert óalgengt að það sér kefli sem er með 1 kílómetr af jarðstreng á þeim. En svo náttúrulega þetta eftir hvað mikil burða að geta og hægt að flytja það og þess aftar. Svona er þetta tekið. Eins og segir, það var að setja strengina saman með sérstökum samsetningarnúsum og það getur verið sérhæfð vinna en það ég man að það til dæmis þegar við gerum þetta hjá Rarik þessi 30 kV strengur að þá eru sér starfsmenn Rarik sem þjálfaði sérstaklega í þessu að vinna með svona samsetningar. Í flutningskerfum er típist 1 strengur per fasa. Hérna eru sem sagt 3 fasar, aftur 3 fasar, þetta er refföld röð af strengjum hér. En að ég myndi halda í flestum tilvikum þegar við erum að leggja strengi hér á 130-220, í flestum eru líklegast bara einfaldar rás að ræða. Gæti verið 2 ef það þurfti meiri flutningsbit. En sem sagt, og svo strengirnir, það þarf að grafa fyrir þeim. Þeir eru annarkvort lagðir svona hérna, þá er þeir bara sett beint yfir á efni. En stundum er einnig settir stokkar og strengirnir eru lagðir í stokkan. Og stokkarnir geta verið bæði úr plasti eða jafnvel steyptir stokkar. Þeir eru náttúrulega helstu kost og galla, það náttúrulega er margt sem hægt að skoða í því. Helsti kosti jarðstrengja er að óveður, ísing, selta, jafnvel öskufall hafa ekki áhrif á strengina sjálfa og sjálf bílantíðnin í strengunum er lægri en hins vegar þá er kannski meira jarðrask við framkvæmdir, það náttúrulega þarf að grafa alla leið en það þarf samt að skoða það að við loftlínur er þó nokkuð jarðrask líka, það er að byggja undirstöður undir þá og það þarf að byggja vegi. Það er ekki bara slóðir, það þarf að byggja vegi við línum. Annað með rekstur strengja að það skiptir miklu máli að þessi passa upp á hita þolmörk. Að þessu ekki yfirrekstaðir í of langan tíma, verði eitthvað hitir, því ef það gerist þá styttist líftími þeirra frekar hratt. Og þetta er samt ekki nýtt, því menn þurfa að gera þetta með aflspenna og annar rafbúna. Það er rauninni að passa það að það sé ekki hærri rekstrarstraumur í langan tíma á þeim. Og sjálfsögðu hafa strengir minni sjónræn áhrif sem er svo mikið umræðin hér. Á móti kemur á loftlínur að það er mikil reynsla af rekstri þeirra og það má ekki gera lítið úr því. Menn hafa vinnu við lík loftlínu lengt og þekkja þær vel og kerfin eru byggð upp á bæði stjórnbúnað þess aftar. En það þarf svona ýmsar breytingar sem þarf að gera þegar jarðstrengi kom inn og Rarik gekk gegn þetta á sínum tíma. Það er minni hægt að frá jarðraski, greftir og þess aftar. Það er náttúrulega eitt sem þarf að passa vel upp á strengi, þessu vel vertið og allt það, þannig að það sé ekki einhver sem búast grafi í það. Línur eru meðfæranlegri og yfirleitt skiptir viðgerðartími og kemur þú fyrir að það koma meiri háttar áþrætt á línur og þá tekur langan tíma að gera við það. Hitaþolmörk eru ekki stórt vandamál, það er hægt að yfirlesta þá í einhver tíma þegar. Kannski lífrænir hitna og leggja aðeins niður en það er svona auðveldara að eiga þetta. Og svo þessi rýmdaráhrif sem að ofta talað um. Það er náttúrulega við loftlínur er það eiginlega ekki til staðar. En það er þessi rýmd á jarðstrengi sem að
þarf að skoða alltaf sérstaklega. Það er að fjalla það. Og hvað er verið að tala um þegar við tala rýmdarvandamál? Þessi rýmdaráhrif skapast frostmengunum og eru margföld, jafnvel 20-föld á við loftlínur, en það er mismunandi eftir hvaða spennu þú ert með og hvers konar leiðarar og þess háttar eru. Það sem gerist er að launa eykst og þannig að minnka rauna sem strengurinn getur skilað í gegnum sig. Og þetta er ákveðin þræði bak við því, ég ætla ekki að fara dýpra í það, en það raunin tekur eitthvað pláss sem strengurinn getur skilað. Og þetta getur skapað spennuhækkun í kerfi og stundum í sumum tilfellum spennuhækkun sem má í rauninni ekki sjást. En hvað er til ráða? Hvernig vinna við úr þessu? Það er í fyrsta lagi, það þarf að skoða hvert tilvik í sig, hvað er í kerfi. Það getur skipt máli hvar þetta er sett. Ef það eru mikið af öðru jarðstrengi þá hafa áhrifin kannski margföld. Ef þetta er einn jarðstrengi með mikið af línum í kringum sig, þá kannski minni áhrif. Og það er að meta hver þessi áhrif er. Það gæti þurft að nýta spólur til að vega upp á móti rýmdar áhrifunum. Og það getur þá verið til dæmis við enda strengina eða í sumum tilvikum með ákveðnu millibili, sérstaklega að það eru mjög langir strengir. Afrófar eru þeir sem að þegar eitthvað kemur fyrir og þarf að taka eitthvað úr rauninni svo taka úr sambandi, þeir þurfa að vera þannig gerðir að þeir geti rofið rýmdarstrauminn sem er til staðar. Og það gæti leitt til þess að þeir skipta út einhverjum afrófum í kerfi hér á landi til dæmis ef strengir eru byggnir. Ég man til dæmis eftir að á Kópavogsskeri þá var pantaður sérstakur afrófi til þess að sinna þeim streng sem hefði meiri rofætt. En samt sem þetta er samt oft ofmetið vandamál og það eru mörg dæmi langa strengi, til dæmis í Evrópu, þar sem ekki spólavarnir nema til dæmis við enda strenginu. Og það var eins, það þegar var talað þessa strengi á Rarik 1990, þá var þetta oft slegið fram líka að það væri að þegar það setja spólur, það væri margir 11 kV strengir, að þá það ákveðið vandamál. Jú, þetta orsakar að það þarf að horfa á hlutina aðeins öðruvísi. En þetta er ekki neitt sem ekki hægt að leysa. Annað sem ég langar mikið að tala og mér finnst mjög mikilvægt að koma fram þessi líftími jarðstrengja. Og það tengist líka þessu sem við töluðum áðan, þessar mismunandi gerðir af strengi. Og fyrsta lagi er að sjá hvað er líftími. Og það er rauninni sannur rekstrarbúnaður einingar eða rekstrartími búnaðar. Hvað er hann lengi í þjónustu áður þarf að byggja hann aftur, eða rífa hann og byggja hann aftur. Og þegar áhættukostnaðurinn orðinn á hár, þá hlutnum skipt út. Þegar hann bila of mikið og valda miklu straumleysi hjá notendum eða valda miklu áhættu hjá orkufyrirtækinu, þá því skipt út. Og þess að nú skilgrein áhættu er sem sagt hvað mikla líkunar bilun, margföldum með áhrifum bilun. Þetta er raunin hægt að skoða í hverju tilviki fyrir sig, einstaka eignir, einstaka línur, strengi og rafbúnað. Og þetta er svona graf sem kannski sýnir þetta. Þetta er mjög algengt stúdía sem gerð til dæmis vestanhafs að það er að vera að stúdera hvað riskið er eða hvað áhættan er á einstökum búnaði. Og þá vil við horfa á að það kostar ákveðið að byggja og jafnvel reka búnað, þannig að það er þetta bláa lína hér. Og þá er það að þú lækkar að þetta er rauninni því lengra sem þú beðið því lægri kostnaðurinn er í núvirðingu. Á móti kemur að líkurnar á bilun hækka, þannig að áhættan eykst. Þannig ávallt þú leggur þessar kúrfur saman, þá er einhver lægsti punktur. Og það er rauninni þá sá punktur sem væri hentugast upp á fjárfestingu og rekstur og áhættu að skipta út eignir. Þetta er rauninni að þetta hægt að stúdera fyrir hver eign fyrir sig. Og raunin að sem ég segi þetta er raunin bara til að benda á að það er raunin svo líftími sem ætti að vera að skoða þegar maður er að bera saman eignir. Hvað munum endast lengi og hvenær frá skiptin út. Það er ekki bókhaldslegur ákvarðaður afskriftartími. Það er eitthvað sem ofta notaður reikningum, en þá getur verið mjög falskt ef maður er að setja fram einhverja tölur sem er eitthvað í bókhaldslega setja sem er raunin ekki það sem að rétt ekki þess að þegar að eignir er skipt út. Og við skoðum þessi jarðstrengi. Ég talaði áðan að endurgerðir voru tiltölulega háa bilantími og oftast hefur við talað að sá líftími
sem 30–40 ár, jafnvel í sömu tilvikum 25 ár, sérstaklega þessi eldri plaststrengir. En núverandi jarðstrengir hafa margfalt minni bílnatíðni. Og þið horfum hérna á þessa kúrfu, þetta er allt plaststrengi, mismunandi gerðir. Og hérna sjáum við XRP-streng frá 1974, það er rauðstrengur sem er mjög háa og bratta kúrfur og ýmsar aðrar gerðir. Hérna neðst eru kúrfur frá strengjum eftir 1990. Og að sjálfsögðu það er ekki inn á 20 ár, en þannig að kúrfan er náttúrulega metin út frá því hvernig það þarf að staða. Það er mikil upplýsingar fyrir hendi sem að að gera þá bestun á. Og sjá að þetta er raunin alveg alltaf undir tífalt eða minni bílnatíðni heldur nú af öðrum strengjum. Þannig ef einhver segir að þessi gömlu strengi voru 30–40 ár, sem er cirka hér, þá átti þessir að vera staðar hérna. Þannig að þetta er eitthvað sem maður þarf að skoða mjög vel þegar maður er að meta líftíma á jarðstrengum. Ég vil alveg halda því fram að með þess svona bílnatúru þá má búast við ekki lengri tíma, jafnvel meira en 60 ár á jarðstrengjum í dag. Og það er náttúrulega samt hald því að þeir séu reknir þannig að þeir haldi undan hitaþolmörkum. Og það eru jafnvel rafveitur eins og Fraklandi sem hafa haldið því fram að þeir halda bara fram að þeir endist bara alveg, þessi er engin kúrfa. En ég myndur ekki fara að taka það í dæmi, það eldist allur búnaður. En það er eins og það þarf að passa sig að vera að skoða þessa strengi en ekki alla strengina samandæmur þetta líftíma. Við gerðum svona almenna kostnaðarsamanburð og það var svona ýmsar forsendur gert og reynt að nota íslenska kostnaðartölu sem hægt er og það voru meðal annars skýrsla frá Landsneti sem var sendir á byrjun þessa árs til nefndar jarðstrengslæknir heldur heiti og það voru mjög góða tölur í henni. Og ýmsar aðrar tölur þar sem hægt var annars staðar erlendis frá ef það vantaði. En eins og ég segi, þetta er almennar tölur. Annað mikilvægt að skoða líka er alltaf töp. Þessi strengur verður í rekstri í 40–60 ára eða hvað það er. Að meta töpin sem verða því strengir hafa minni töp heldur loftlínur, sambærileg loftlínur. Einnig að mynda rekstrakostnað, það er sama þar eftir að strengur hvernig ég veit á mjög lág rekstrakostnaðar á honum en loftlínur hafa tiltölulega hærri rekstrakostnað. Það held að töluna sé 1,5% af stofnkostnaði fyrir árlegan rekstrakostnað á loftlínu og 0,2% hjá jarðstreng. 5% vextir notaði við núvirðisreikning. Og eins og ég segi aftur og ég ítreka alltaf, þetta er almennu samanburður. Það er alltaf að skoða hvert tilvik fyrir sig og tilgangur með þessu er til að sýna hvort þessi möguleiki almennt er hendi í kostnaðarlega síðan. Og ég gerði svona 2 dæmi og þetta er í skýrslunni líka, annars vegar líkt loftlínu 60 ár sem er mjög almennt sem við tala og strengs 40 ár. Framleiðendur strengja, þeir tala alltaf þessi svokallaða design life eða hönnunarlíf strengja sér 40 ár þó að menn haldi því fram nú til dags að þetta sé lengra. En við gerum þennan samanburð á þessum grunni líka. Við vitum á stofnkostnað, loftlína og á per kílómetri bæði 130–220 kV og þetta er náttúrulega sett saman sem eitthvað sérstakt dæmi. Í hverju tilviki geti verið náttúrulega breyting á þessum kostnaði eftir hvernig jarðvegur er og hvers konar línur verður byggja á þess áttar. En að þá væri stofnkostnaður hérna hér á milli jarðstrengs og loftlínu er faktor 2,5. Þannig að það er 40 ár og strengur þarf endurbyggjast eftir 40 ár. Það skiptir svolítið miklu máli. Meðan loftlínan er bara byggð einu sinni á þessum samanburði. Töp, þó nokkuð hærri á loftlínu, það er svona nærmast helmingilægri töp hjá strengunum og í rekstri rekstrakostnaður er ekki nema svona 20% af loftlínu kostnaði. Og fyrir 220 kV í heildina þá þessi líftíma kostnaður 1,5 sinnum hærri fyrir jarðstreng heldur en fyrir loftlínu. Og sambærilega fyrir 220 kV stofnkostnaðurinn er kannski þrefaldur en þegar töpinn og reksturinn er metin inn þá er líftímakostnaðurinn fyrir 1,7 í samfélagið. Þetta er 60 ár og 40 ár. Þetta finnst mér ekki vera réttur samanburður. Þetta ætti mér að líta á 60 ár og 60 ár.
jafn mikinn líftíma á báðum veikum. Og þú lítur þá aftur á stofnkostnaðinn og hann er hærri en það með jarðstreng, hann er 1,7 á móti loftlínunum. En þegar annar kostnaður er borinn saman og þá er hann nánast orðinn sambærilegur og fyrir 220 kW þá hann gefur 20% hærri. Já, það getur verið ýmsar breytingar, það kannski þarf að skoða eins og með töpin. Ég sett ákveðnar forsendur í að reikna töpin. Það getur verið mismunandi eftir hvernig strengurinn er. Það getur verið meiri töp ef hann er lestaður hærra, getur verið minni töp ef það er eins konar varatenging. Þannig það þarf að skoða það. Og svo einstök atriði í þessu. En almennt þá kemur út úr þessu þegar maður horfa á þessum forsendum, þetta er svipaður líftími, endist álíka lengi, að þá er þetta alveg valkosti sem er að skoða. Aðeins dýrari, jarðspenning er jafnari, en ekki það mikið að það sé ekkert að henda þeim út á borðinu. Einnig skoða samanborð áreiðanleika, að það er bara tvennt sem kemur til þar. Ég sagði áðan að bilantíðni jarðstrengja væri mikið lægri, en á móti kemur að það er yfirleitt mjög auðveldara að gera við rafmagnslínu, þannig að tíminn sem að jarðstrengirnir eru úti, eins og maður kalla það er mun hærri. Og til dæmis þó að kannski bilantíðni sé tífalt minni, og þá meðan tíminn sem að bilunin tekur kannski 20 ára, þannig að jarðstrengir og búast við þessu kannski tvöfalt lengur, minni líkur að þessu í rekstri á einhverjum gefnum tíma. En það er einhvers annað sem kemur á móti í þessu. Þó, eins og segir, bilantíðni lægri, viðgerðartími hærri. Oft í loftlínu þegar við erum að skoða þennan meðaltíma, ég er ráð fyrir, ég myndi alveg viss það. Það er svo mikið samsláttarbilun loftinu. Loftlínu fara út, slá út, það kemur svona augnabliks rafmagnsleys og svo koma þeir inn aftur. Þannig að það skeður ekki með jarðstrengi, nema þessi umfjöldun að fara að bila eða eitthvað þess aftur. Með loftlínu getur það gerst oft út af veðri og þess að. Það er samt mikið af þessum slittu bilanir. Annað, já, með jarðstrengi, það er þess að tíminn er svona mikið, það þarf að finna bilunarstaðinn og mann sérstaklega viðgerðarbúnaði og sérhæfður starffólk, það er hver sem þarf að gera við jarðstreng. Það eru þeir sem eru þjálfaðir í að viðhaldi þjálfnöfninni að setja saman jarðstreng. Kerfi, hins vegar, eru kerfi eins og á Íslandi yfirleitt N-1, sem þýðir það að þau þola eina bilun. Ein bilun, það ætti ekki vera neitt áhrif á straumleysi til notenda. Þannig eru kerfin yfirleitt önnur. Og mest, allt kerfi á Íslandi er að minnsta kosti N-1. Þannig að yfirleitt þegar að bilun verður, þá ætti það að vera læg. En á móti kemur að þó að afhendingartími eða maður ekki orðið alveg nákvæmlega, þá er kallað að tíminn sem að úti er lægri hjá línum, þá er mikið meiri hættur á að línur bili, margar loftlínur bila á saman tíma. Það er bila þegar óveðrin eru. Það er bila þegar að einhver stormur er á þessi lína, bilar á þessi og næsta þegar með óveðri gengur yfir. En jarðstrengur, hann bilar nánast random, bara einhver tíma á tímabilum. Þannig að það eru minni líkur að bilun jarðstreng er á sama tíma og aðra bilan. Það er þessi bilun nr. 2 sem skiptir máli þegar að upp á straumnæsleikari, þegar þá verður einhver notandi fyrir skerðingu. Önnur atriði sem oft er minnst á að tala aðeins fyrstulega er rafsegulsvið. Með rafsegulsvið eru tvennsvið, það er rafsvið og segulsvið. Rafsvið, það er ekkert frá jarðstrengjum vegna skermunar á strengjunni sjálfum, en segulsvið strengjana er meira beint yfir þeim, heldur en á loftlínum, en hins vegar segulsvið loftlínuna breiðist mikið meira út og nærið mikið meira stærra svæði. Helgunarsvæði, það er rauninni það svæði sem á ýmislegt reglur það má kannski ekki byggja það má ýmislegt sem á ekki gera og það er stærra hjá loftlínu, það getur verið frá 45 til 85 metra, en típisk svo venjulega jarðspenning er 12 til 14 metra, þannig að það er mjórra svæði. Hefðbundinn landbúnaður er yfirleitt í lagi fyrir ofan jarðspenning, það var að koma veg fyrir allt rask, þannig að seglin verði ekki skemmtir á það.
Ferðamennska, ég held að hún skipti miklu máli. Eitt sem kom mér mjög óvart þegar ég var búin að öskra ekki burt frá Íslandi að þegar maður skoði hvað orðið stór iðnaður. Það er komið upp undir fjórðungur af efnahag þjóðarinnar kemur frá ferðamennsku. Og þannig að það hefur gífurleg, það er að skoða það gífurlega mikið og hafa framkvæmdir sem þessar hvers konar áhrif hafa þeir á ferðamennsku. Og ég held að menn þurfa að gera nánar rannsóknir, það getur öllur séu verið að gera það. En það ætti að vera hægt, til dæmis með að, ef maður er að skoða sjónræn áhrif loftlína, að gera þessi atriði, skoða hvaða áhrif hefur þetta. Og ég tók sem dæmi bara að loftlína væri aðeins dýrari, ég held að sé nú í skýrslunni, og bar það saman við þann auka kostnað að þá má það ekki hafa nema eitthvað 0,1% áhrif á ferðamæliðina til að vera slæma. Þannig að það þarf að velta þessu svolítið fyrir. Ég er ekki að segja að það hafi þau áhrif, ég hef bara ekki hugmynd um það. En þetta er eitthvað sem menn þurfa kannski að skoða svolítið. Almennt umhverfislega séð, bæði loftin og jarðstrengir valda umtalsverð jarðraskir og það náttúrulega verið að grafa upp hluti og talandi þegar maður farið við hraun og þess aftar. Það eru beðið línuvegir yfir hraun og þegar jarðstrengur fyrir hraun og það rótar hann alveg í hrauninu. Þannig að það hefur mikil áhrif á því bæði. Og ég talaði sjónræna áhrif lína í ósnortnu landslagi ekki eftir Siglufjörð. Það eru kannski fullt af öðrum stöðum sem við allt til að hafa línuvernd. En það er kannski að skoða þessi hluti aðeins betur. Svona samantekt á þessu, með þessar forsendur sem ég gaf mér, á kostnaður jarðstrengja lítið hærri fyrir loftinu þegar horft til líftímakostnaðar kannski 4–20% almennt séð. Stofnkostnaður eins og töluvert hærri eða kannski 70–100%. Og það að líftími jarðstrengjuloftinu ætti að vera metinn svipaður, þessu tilviki í 60 ár. Aukning jarðstrengja mun krefjast annarra tæknilegra aðferða við rekstur kerfisins. Við veitust á þess að myndið er rýmd og með afgrófa og jafnvel með hvernig kerfinu stjórna. En þetta er ekki neini hluti sem hafa ekki verið gerðir áður og hafa verið leystir annar staðar og er ekki neitt nýtt sem það vinna upp í það er annað sem það þarf að skoða ef menn byggja samt sem áður loftlínur á umdeildum svæðum að ég myndi ekki vera viss um að loftlínan fengi að standa sín 60 ár af því að meðan við hvernig umræðan hefur allt sífellt fyrir að aukast í þessar veru og að ferðamannaðiðnaðurinn verður stærri og stærri að það kemur menn kannski eftir 10–20 ára sem þessi lína skal fara niður. Og það var náttúrulega mjög slæm framkvæmd sem hefur verið gerð því að það væri, þegar þú setur einhver framkvæmd stað þá vilt að hún standi allavega 60 ára. Þannig að þetta er eitthvað sem menn þurfa að meta, þetta er rauninni að getur ákveðin áhætta. Og þetta er líka mikilvægt að meta heildaráhrif á þjóðfélagi þegar ákvarðanir eru þetta. Og ég held að segja hún í 5. skipti, skoða hvert tilvik sérstaklega. Það sýnir svona eitt en að ganni að þegar ég fór í bíó út í Kanada í síðustu viku og kvikmyndina Thor. Ég hef ekki hugmyndið að þeir fór en það var viðtal þar við einn leikaran en Tom Hiddleston, hann leikur Loka. Og hann kom fram að hann var myndatækan var á Íslandi. Og mér varst ansið skemmtilegt sem hann sagði Ísland. Iceland is one of the few places on earth that looks like another world because the landscape is so extraordinary. The dimensions are bigger, the proportions are bigger, a big hill is absolutely enormous, and the color of the water has a translucency that I've never seen before. The sky seems twice the size, and some of it looks like a moonscape to me. I remember taking a helicopter ride through the various canyons, crevices, and waterfalls. It seems like a fantasy world, and yet it is our Earth. Ég finnst þetta alveg frábært þegar ég las þetta og fannst það kannski viðeigandi að setja þetta fram. En og þakka þér til og þetta held ég þessi mynd frá Nesjavöllstreng sem var lagður að 16 ára eftir einhvern veginn farið hér. Þórhals fyrir gott og skýrt erindi. Við vissum að hér margar spurningar. Ég bið menn að rétta upp hönd og kynna sér svo skýrt og skoðunar og bera fram erindi sitt og ekki halda ræður.
heldur beina spurningum til frummælanda. Ég sá einhverjum gerðsvöld. Takk. Þórður Nils heiti ég og starfsmaður Landsnets. Takk fyrir fróðlegt erindi. Með nokkrar spurningar en ég ætla nú ekki að fara með þær allar. Ég byrja á þessi síðast. Þú nefndi það að loftlínur þarf að færa út af byggð og þess áttar og það fann okkur með strengina líka. Við til dæmis erum nýbúin að vera að færa streng á Ísafirði sem þurfti út af öðrum virkjum. Það er kostnaðarsamt. En fyrsta lagi varðandi forsendur í líftíma greiningunni. Ertu eingöngu með strengin eða ertu með reaktorstöðvarna líka og förgun á strengjum og þess áttar? Og kannski ef ég tek aðra spurningu líka, því hittum við frá Kanada, þá var ég áhugavert að vita, þetta er eitthvað sem við höfum hjá Landsnet ekki verið að bera okkur mikið saman við. Kanada, við höfum meira verið að horfa til Evrópu og Danmörkur. Danirnir eru náttúrulega mjög framalega í strengvæðingunni. Hvernig er svona stefnan í Kanada varðandi strengvæðingu á svona hærri spennu? Kannski er að byrja á síðustu spurningunni. Það er reyndar í Kanada mörg fylki og mörg ríki í Bandaríkjum Kanada. Það er ekki hægt að segja að það sé sérstök stefna í jarðstrengjum og eins og Nils myndist á að þá er þeir mikið unnið í Evrópu og ég myndi segja telja að það væri þar sem ætti helst að líta til með svona þær stefnur og framtíðarsýnir eins og reynslu. Varðandi líftímakostnað þá sem sagt gerðum við ráð fyrir horfa á 40 ára glugga í báðum tilvikum. Notaði 5% ávöxtunarkröfu sem var beitt á tapakostnað. Rekstrarkostnað notaði beitt. Það er kostnað sem er í rauninni yðurst. Það er allavega aðferðafræði sem þekkist í Kanada, ekki hvort það er hér. En þannig að munurinn var sá að við jarðstrengina þegar 40 ára glugg þá eru þeir byggðir tvisvar. En línan var einu sinni, þegar 60 ára þá eru bæði byggð einu sinni í tímabilið. Með varðandi spólur og stöðvar, þá er það ekki inn í þessu dæmi. Tók þessa lengd sem ég tek sem dæmi, er það lengsta lengd sem maður hefur séð að hægt að gera strengja án þess að hafa spólur. En það betur þurft að skoða það sérstaklega í hverju tilviki fyrir sig. Og ég held að það er einn spurning í mann ekki, var það ekki Nils? Ég er með margar skoðir. Já. Það er rétt. Hann spurði þess að förgunar. Já, ég tók förgun ekki inn og Það farga hérna þessum líka. já, því að mér fannst það reyni, sko, það var alltaf að farga bæði og það var alltaf gamla þetta þegar maður skoðaði strengi, sérstaklega góli strengi, þá var algjör skylda að farga þeim. En oft er nú horft með plastrengi að spurning er betra að grafa það upp eða láta það liggja. Þannig að það er svolítið deilt að það er alltaf mikið rask að fara að grafa streng og taka hann úr og kannski strengur sem mengar ekki neitt. Þannig að það er svona eitthvað sem maður ræða. Allavega út frá því þá tók ég það ekki með í dæmi svona kallkostnað. En það er líka kostnað sem er langt fram í framtíðina, þannig þegar hann er núvirtur þá er hann frekar lágt. Góðan daginn. Eydís Fransdóttir heiti ég. Mig langar að varpa til þín 4 spurningum. Fyrsta er sú að miðað við það sem ég sá hérna í töflunni, er það rétt lesið út að 132 kW jarðstrengur sé ódýrari en 220 kW loftlína. Önnur spurningin er ef að horft er til raforkuspárnefndar og horft á þessar fyrirhuguðu línur Landsnets, Suðvesturlínu og Blöndulínu til dæmis, sem að báðar eru áætlaðar 220 kW, er nauðsyn, telur þú að það sé nauðsynlegt að byggja svo stóra línur miðað við raforkuspár orkuspárnefndar. Þriðja spurningin er Landsnet miðar alltaf við líftíma jarðstrengja 35 ár. Er líklegt að þeir séu að tala gamla strengi, ekki nýjustu tegund jarðstrengja? Ef við erum að tala alltaf 60 ár eða jafnvel alltaf 70 ár eins og Frakkarnir gera. Og svo er fjórða spurningin svo, ef að flytja á 400 megawatt
þá allavega samkvæmt franska raforkuflutningsfyrirtækinu að þá flutningur á 400 megavattum, þá kostnaður við jarðstreng og loftlínu sambærilegur. Ef við ætlum að flytja 600 megavatt eins og fyrir stendur í sambandi við Suðvesturlínu, hversu mikið dýrara heldur að það sé? Ok, það er ekki með nóg að mynd. Hvað er fyrsta spurningin aftur? Fyrsta spurningin var varðandi jarðstrengi, 130 megavatta jarðstrengi og 220 megavatta loftlínu. Ég er enda manningarlega tölur, það gæti verið að það hafi verið aðeins lægra. Það stóður hérna með 60 ár. Já. Jú, það er lægra heldur en loftlína á samkvæmt þessu. Já, jarðstrengur fyrir ódreifn. Já. Þú myndist á með við hérna 11,5 miðað við 15. Já. Ekki bera saman? Já, bera saman sko þetta. Þú bera saman 130 og lína á 220. Þú ætti að bera saman 130 kV streng á móti 220 kV línu? Já, það var spurningin sko. Já, það var svo. Og önnur spurningin var varðandi raforkuspá orkuspárnefndar. Samkvæmt þeim gögnum sem við höfum að þá ekki þörf á þessum 220 kV línu sem til stendur að reisa. Ertu sammála því? Ég get bara ekki sagt fyrir það. Ég náttúrulega þekki ekki alveg forsendna fyrir ekki skoða orkuspá. Og það náttúrulega þarf að skoða það hvað mikið flutningsstörf þarf að flytja og hvað er nóg í því tilvík. Ég veit að allavega línunar 130 kV línunar eins og til dæmis Blanda Akureyri, hún flytur rétt rúmlega 100 megavatt. Og ef það er bara verið að byggja fyrir hana þá náttúrulega og Blanda 150 megavatt, ef það væri einungis þá þyrfti strengurinn ekki að bera það mikið eða línan, en ef það verður notað sem tengingu til að fara frá Austurland alveg til Reykjavíkur, þá kannski það meiri flutningsgreitt sem ég bara get eiginlega ekki sagt til það. En svo var það líftíman hjá Landsneti. Ég get ekki sagt til hvernig þeir hafa sinnlagt lífstíma. Einnig sem ég veit að, og þekkir á rafveitum, þær hafa oft þennan ókvæmslega afskriftunartíma sem það nota bara alveg eins og biblíuna. Ég veit ekki hvort það er rétt svoleiðis hér, eða hvernig þeir bera það betra aftur en á því. Og síðasta spurning? Síðasta spurning var varðandi raforkuflutning. Er mun dýrara að flytja 600 megavatt? Þetta er aðeins. Ég skoði þetta hjá frökkunum, að þeirra kostnaður, þegar allt er heildina litið, eykst ekki nefnilega 20%. Þeir fara frá þessum optimal punkt í 400 megavatt upp í einhver 6 eða 700. Þegar þeir eru að bera saman loftin á eitthvað 20% meira. Það er bara það sem ég sá á grafi frá þeim, ég veit ekki hvort að það sé. Það er forsöndur á bakið. Ég kannski að fá að stinga mér inn í umræðuna. Ég veit að það eru margir aðrir sem að spyrja en að því að það eru margir góðir frá Landsneti sem ég þekki vel hér inni og geta svarað þeim spurningum sem frummælandi hafði ekki forsendur til. Og af því það eru ekki svo margir svona fundir haldnir þar sem að menn geta borið fram spurningar þessu tagi, þá lýsi ég eftir góðum sérfræðingi frá Landsneti sem treysti sér til þess að kannski taka þær spurningar. Eru þið ekki ennþá hjá Landsneti, strákar? Mínir góðu vinir. Landsneti hvað? Svara hvað? Líftíma til dæmis, hvernig hann er reiknaður, sko, er það svona bókhaldslíftími eða sem að er 35 ár eða er reiknað með öðrum líftíma? Það er ekki saman líftími hjá okkur á streng og loftlínu. Er sami líftími á streng? Ekki, nei. Það er ekki 340 ár á streng. Það var töluna sem ég sá að 35 ára streng og þetta 70 ára á línu. Já. En þá má ég kannski varpa á þeirri spurningu til þín. Eru þið að miða þá við kannski gamla olíufyllta strengi? Eða eru þið að miða við gömlu plaststrengi? Ég get ekki svarað því hérna, en kannski hvaða sýndar landverð skildi ekki bara bjóða Landsneti að taka þátt í og vera með erindi hérna og stýra þetta. Það er bara sýndar kannski snýst þetta meira um það.
Kannski við byrjum því til landverndar að halda bara aðeins það var einn þarna og svo Gjörðsvæl. Takk að kærlega fyrir fólkleginni, ég heiti Sverrir Fræðingur. Það var eiginlega tvær spurningar helst. Ég sá að þú hýttir upp strengina með bílna þína að framleiðin byggja upp 40 ára en það er hægt að hífa það til 60 ára sem þú bendir á. Það hýttir ekkert samt loftlínur upp til jafns við það. Ég er bara veltið að þeim hvort það er ástæðið því. Fyrir spurningi, svo bara rétt kannski kasti hýttinga sem ég er mjög áhugasamur er við berum okkur mikið saman við nágrannalöndin. Þá gætum við talað Danmörk og Holland og Frakkland jafnvel. Kanada líka áhugavert, af því að það er kannski svipað á Ísland að mörgu leyti, svipað á Noregur, svipað á Svíþjóð. Bara svona þú sem sérfræðingur í sviðinu og starfandi í Kanada, hvað gefur fyrir innsýn í því af hverju þú telur að það sé ekki meiri strengvæðing þar? Það er spurning kannski ekki eitt í hjó eftir að þú talar um spennu og þú talar ekki um flutningsgetu. Þú treystir því að þetta er sambarlegt, eða ekki þú staðfesta það? Ég var að bera saman þessar kostir og myndi með við sambarlega flutningsgetu. Og ég get ekki sagt nákvæmlega af hverju í Kanada það er ekki meiri strengvæðing. Það eru lagðir strengi þar en þeir eru meira í þéttbýli. En það er kannski ekki sama viðhorf, gagnvart það er mikið sléttur og þess áttar, þannig að það er mjög langir strengir ef þetta leggja það. Línunar eru mjög langar, landið er náttúrulega mjög víðfeðmt. Þannig að það er sem kannski fyrst og fremst það og svo ef þú konar sléttinu, þá konar í klettarhjölli og þau eru mjög erfið viðfangs á upp og niður, þannig að það getur mjög dýrt að leggja elstrengi þar. Annað er að þar oft eru mikið skóga og þegar þú leggja línunar þá hálfhverfa þær í skógunum stundum, þannig að það er til dæmis, en ég á þess að ég útskýra það nákvæmlega akkurinn. Það varðandi líftímann, ég notaði 60 ár fyrir loftlínu bara alveg að það er svona, virðist vera mjög alveg að sjá að vita að loftlínu endist að lengi og jafnvel lengur. En ég notaði 60 ár og það er tölur sem hafa gert að við notaðar allavega vestarnar. Ég veit að Landsnet notar 70. Þannig að þetta spurningunni. Hvað segir þau? Það er viðhorf manna í Kanada og svo kostnaður sem fyrir vanlega í. Viðhorfurinn í Kanada er ekkert sambærileg eins og hér, þannig að ég verið að leysa núna undanfarið, sambandi við loftlínur eða jarðstrengi. En að vísu veit ég að það er mikill þrýstingur í bæjum, því loftlínur hafa lengi verið í bæjum að taka þær niður, en það hefur kannski ekki orðið mikið að verða, það er þrýstingur á okkur fyrirtækina að gera það. Eins og bænum sem við búum í, þar sem ég fara að labba með hundin, þannig að ég labba undir 2 flutningslínum og ég veit að fólk tala mikið það að það væri gaman að fá þessa línu niður. Hvort sem það verður við ekki, það er annar mál. Hvað segir hundurinn? Honum er alveg saman. Sæl og þakka kærlega fyrir doktorinn. Ég er Björg Þorgrímsdóttir og er í raforkueftirliti í Orkustofnun og var í raflínunefnd starfsmaður. Og það er eitt sem ég hjá eftir og Marja hún spurði þig út í verð á landi, hvort þú hefur metið það með. Og það er mjög mikill munur á Helgunarsvæði fyrir spreng og raflínu. Mér langar til þess að vita hvaða verðmiða settir þú á landi vegna þess að út af þessum stöðvunum. Að þá er í raun og veru hægt að verðleggja hvaða loftlínu sem er út á kortunum með því að velja nógu hátt verð. Og hvað er samkvæmt eðlilegt verð fyrir landa á Íslandi? Eins og ég sagði, ég fór ekki að finna sérstakt Helgunarverð í loftlínu eða strengi og tölur sem ég notaði voru heildartölur og það voru úr þessari skýrslu sem að Landsnet hafði sett upp frá dæmi, mismunandi dæmi með vissa gerðir af stærðar strengjum og það voru þær tölur sem ég mest leit á. Ég er ekki alveg viss hvaða helgunartölur eða landtölur voru notaða þar en mér fannst ég ekki að neða forsend til að fara að setja fram einhverja tölur hvorki loftlínur eða jarðstrengi sérstaklega og fannst að það var skoðið fyrsta lagi hverju tilviki fyrir sig og í öðru lagi þá þarf ég að gera góða rannsókn hvað þessi kostnaður er. Fleiri spurningar? Gjörðsvæl. Já, svo byrði ég. Það er aðeins, gjörðu svo, starta bara upp svolítið og sjáu þið.
Soffía heiti ég. Ég er með spurningar svona kannski til þess að ég er að leita svona kannski að upplýsingum sem að bara geta þetta mjög sérhæfðandi, eitthvað sem að almenningur kannski er nær því svo að skilja. Það er annars vegar það að það eru þetta mismunandi jarðrask við lagningu og jarðstreng og loftlínu. Þó svo að það fylgir oft línuvegir með möstrunum. Að þegar við erum að leggja yfir viðkvæmt land, og nú hefur til dæmis svolítið komið inn í umræðinni í tengslum við eins og til dæmis það sem að háhitavirkjanir sem inni á það sem er viðkvæmt landsvæði, hraun og ýmislegt þess áttar, hvort það sé meira rask í umhverfinu, nú við getum sjónmenguna fyrir túrið sem lappar eftir, heldur það að leggja jarðstreng eða leggja loftstreng. Og svo annað er það að stærstu rallinu okkar sem er að koma frá Þjós- og Túnarvirkjununum og til höfuðborgarsvæðisins, að þar menn ekki Uppsalínan komin upp að 400 kV. Það eru byggðar ekki 400 kV. Það eru byggðar ekki sem 400 kV, reglar á 200. Já, og hvað geta jarðstrengir farið upp í mikinn burð, svona miðað við þessar stærstu loftlínur. Og það sé að myndi þeir til dæmis jarðstrengjur hugsanlega leysa af loftlínur tæknilega séð bara á milli virkjana í Þjós- og Túnasvæðinu og höfuðborgarinnar. Og svo ennst kannski líka svona pínlítið meir út úr lofti pæling ef maður ætlar nú að fara í sæstreng sem maður hlýtur nú að kalla á nokkra virkjanir í viðbót. Gæti það kannski þýtt að það væri verið að leggja meira af stórum burðar miklum líf. Ok, fyrsta lagi hérna með loftlínur, það mun aldrei fara. Það þarf að hafa þar, það var reynist mjög vel á mörgu leyti, þannig ég myndi aldrei segja að það verði alltaf loftlínur sem fara og verði alltaf lagt í streng. Og þess að til dæmis frá Þjórsár og hingað er náttúrulega bera mjög mikla orku og þannig það þyrfti að vera strengur mun dýrari en ég tók fram með þessu samhandlundi. Og ef það koma 400 kV þá komið allt annar hlut heldur en við vorum að tala hér. Varandi sæstreng, hann náttúrulega DC spenna, þannig að það er svolítið öðruvísi tækni og ég reyni þetta ekkert það núna. En ég var með flutningin af honum Já, það getur verið þess. Já, það getur verið þá loftlínur sem færið þangað, en það getur líka verið bara DC alveg frá virkjunni, það er bara eftir hvernig það er kannað. Og það var fyrsta spurningin. Munum að jarðraskja á viðkvæmum svæðum eins og jarðhitasvæðum? Já, öllu jöfnur yfirleitt tala maður sem meira jarðrask að gera jarðstreng heldur en að byggja loftlínu. En það er samt á móti kemur loftlínu þurfa þessa vegi og það þurfa undirstöðu, þannig það er einhver tæki sem koma. En öllu jöfnur þegar það er graföldur streng, grafvíknum, hraun, viðkvæmsvæði, þá náttúrulega myndar það sár. Þannig að það þýr ekki hægt að greina. Svo eins þegar það er farið, ég maður það var mesta vandamálið þegar við vorum að gera strengi frá Kópaskeri til Brúalands eða Hausverkuna var að fara yfir Árna. Það var laxveiði á það var mjög viðkvæmt að það er ekki neina skemmdi það. En það voru margir hausarlæðir saman í bleit og fundað mjög góða lausnir. En það er hægt. Já, sennilega það er eitthvað bæðis ekki ég. Var þetta rekstrakostnaði? Hvernig fengstu þessa blöðu? Já, rekstrakostnaði. Já, það er notaður þegar prósentu hlutfall hver ár af stofnkostnaði og það er svona tölur sem er yfirleitt þekktar í geiranum. 1,5% fyrir loftlínur og 0,2% fyrir jarðstrengi og svo ég er að skoða þetta í 40 ár þannig að það er núvirt, það er samkostnaðir í 40 ár. Já, ég vona þessi réttar, þannig að það kannski eftir skoða það. Ég er svo verkast með eflum. Þegar háspennulínur eru byggðar, það þarf kannski að byggja línu fyrir 200 MW. Það kostar mjög lítið að byggja háspennulínur fyrir 400 MW, 500. Þannig að þú ert að byggja fyrir framtíðina, vant miklu meiri, þarf ekki að byggja aðra línu. Í þessum samanburði er þetta ráð fyrir því að þú sem er fulla nýtingu strax í upphafi, þannig að þú þyrftir að byggja annan streng hugsanlega, þess að við ættum pláss fyrir blokkinu. Myndi það ekki breyta það mér? Já, það gæti gert það, en það er hverju tilvíkjar að skoða sérstaklega eins og ég segi. En strenginni... Loftlínur í dag eru byggðar fyrir framtíðina, ekki bara sem morgundegi. Nei, en þannig það er oft hægt með loftlínar, það skiptum leiðar á þeim og
gera fyrir eða bara það eru byggðar stærri. En jarðstrengi er svona hugsanlega að byggja það stærri líka, en það kostnaður jarðstrengi eykst og það var að leggja tvöfaldan rás eða þess aftar. Það myndi líka breyta í samanburði þegar tapakostnaðurinn er svo stórgrip í þessu sko. Já. Það myndi ekki að breyta dæmið þar. Það gæti gert það, ég hugsanlega, og það skoða það. En ég reiknaði með 50% nýtingu með uppsett. Það er ekki bara að leggja slóða, það þarf að leggja vegi, sagði það. En þarf ekki að leggja veg meðfram þessu, þarf ekki að setja þetta í steypt síló og sérstaklega samtíla einangra þetta og fóðursefkilega með þess að 2 sent í stað fyrir 3 svörð þarna. Þannig að umhverfisraski lítur að vera tölvöld á strengjuminu líka meira en mér finnst þú eiginlega svona að gefa í skyn í þínu. Já, ég hef þetta sagði það í spurninguna áðan að jarðraskafni væri meira. En þeir eru ekki alltaf lagðir í stokka, þeir eru hérna eins og bara kraflið beint í. En ef það verður ekki einhvern hraun og varðandi hita, hvernig myndir við meta það? Já, þá náttúrulega er það að grafa upp hraunið og það gefur skemmti, það er ekki hægt að segja neitt annað en það. Og maður með Kópsvík brún, þá blæðum við í gegnum hraunið, blæðum fyrst og svo blæðum aftur, en það er ekki gert með þessum strengi. Þannig að það er ekki spurning, það er jarðrask. Ómar Ragnarsson talar verndarkostnað eða verndargildi, hann vil gefa því verðmiða. Hafið þið eitthvað hugsað út í það í þessu dæmum? Hvernig væri að reikna verðmæti sjónræðaráhrifanna og hins vegar verðmæti á jarðraskinu til þess að bæta því inn í þennan kostnað? Og svo er annað í sambandi við þetta sem við erum að tala í sambandi við jarðstrengi í kringum virkjanir. Til dæmis ef við tökum Svartsengi, það er vegur sem liggur gegnum hraunið með lögn. Hann er 15 metrar breiður. Það er nóg pláss við þennan veg til að setja jarðstreng með. En í staðinn fyrir að gera það hafa þeir farið sérleið með línuvegi í gegnum hraunið. Þannig að vera að tala það að vera þetta saman, það er eins og einhvers að efna. Takk. Það er að fá að taka einu spurningu viðbót til þess að gera svo veitt. Málum fyrir landvernd og koma hérna á framfæri það verður að koma hérna á framfæri nokkuð punktum sem eiga erindi hérna og var þetta kostnaðarsamur sérstaklega og það er að gera á Íslandi er að 15% vörugjöld og jarðstrengi en allt efni til loftinu vegna er án vörugjöld. Það má segja að stefna stjórnvalda sé að hygla loftinu lögnum en ekki jarðstrengi. Ég þennan kostnaðarsamur í Fraklandi og sem þeir segja að Frekínan sé á 400 megavattum. Það náttúrulega er þeim ekki íþyngd af vörugjöldum á strengjum frá línur og í öðru vegi þarf að greiða fasteignagjöld af ástæðunum eins og öðrum mönnum sem er nú fyrirbæri sem maður kunni skoða hér. Og svo langt að benda þess að myndina lengst í Ísri þarna er að tala mannvirki með yfir 1000 megavatta klukkutíma. Það hefur aldrei verið þessi mannvirki á landinu og verður aldrei. Skurðurinn þennan hægra megin, þetta er frá dönsku verkefni sem var tekið í notkun í fyrrasumar, 60 km langur strengur, 220 kV með 500 megavatta flutningsgetu sem er svipað eins og Línur 3 og Línur 3 og hann kostaði tilbúinn með rekstur til land og allt saman 95 milljónir kr. Þannig að það sem gerur komið fram er síst eða íta hlutina eða færa hlutin. Já, þannig að ég heiti Þórarinn Eilfjörð, ég er formaður Ferðafélagsins Útvíslar. Að vísu sko umræðin hérna, hún er búin að vera mjög tæknileg og bara eðli mál samkvæmt, þá finnst mér kannski ekki efni fundarins. Það vantar svona kannski þess að hlið sko náttúru unnendanna, ferðarsamtaka og náttúruvendarsamtaka. Bara svona þessu smá komment inn á fundum að sko öll þessi umræða sem er núna á tæknilegu plani, hún er líka á einhverju svona matsplani þeirra sem það finnst að landi skipti ykkur máli. Bara svona upp á kannski framtíðan og annan fund,
þá þarf að ræða það sérstaklega, þess að ég er alveg klár á því og ég held að við getum öll allavega að vera meðvituð það, þú veist, kannski séum ekki sammála, að afstaða fólks, almennings og samtaka núna til náttúrunnar og framkvæmda þessu tagi, og ég reikna með að 120 km leiðin sé leiðin sem að birtist í furðufrétt í fréttablaðinu núna í síðasta mánuði, að Vegagerðin og Landsnet verður farin að tala saman með strengjálagningu yfir Sprengisand. Það er eitthvað sem verður engin sátt um. Þannig að menn þurfa aðeins að taka það inn í þetta módel að ef að Vegagerðin og Landsnet ætlaði þá framkvæmd, að það verður ekki þegjandi og hljóðlaust. Hér var einhver öll. Ég heyra þess meira í þessum samanburðum, þá er að vísa í 182 og 20 km kerfi og svo hefur talað líka með sambærilega flutningsskipu. Kannski forsöldurnar sem liggja þar á bakvið að teknu til þess að þetta sé gert á Íslandi. Og þar er að vísa þess í þess að nefndir áhægir varðandi hitaflutningsmörkin. Hefur tekið tillit til þess að þú ert kannski til dæmis að leggja strengir í gegnum hraun sem hefur mjög slæm áhrif á þessu tillit með tillit til flutningsskipa. Hefur tekið það inn vegna það kemur byggt inn í valið á strengnum og þannig inn í valið á þessu komið. Eins og ég sagði á almenns eðlis, en ég skoðaði svona einhvern greinar þetta. Það hefur einhver áhrif, en það var ekki, allavega sem ég sá ekki það stór áhrif, en og líka eins og hægt að gera með strengnum þá hefur verið lagður í þannig jarðis, bara einn skiptir kannski mjög eða þess áttar, en það er engin kostnaður þá. En það er ekki sérstaklega tekið fram þess að það þarf að skoða þetta alltaf í hverju tilviki fyrir sig þegar farið. Það getur verið aðrir kostnaðarliðir sem koma inn sem eru ekki kannski til staðar hér og kannski eru ódýrara. Ég get þess að vera eináttuna líka. Þannig að ég get ekki sagt að það hefur verið sérstaklega að skoða. Ég nefnir þetta bara vegna þess að menn eru að fara á svolítið til framleiðslu til dæmis í innflutning og val á strengjum og kostnaði. Það eru alltaf aðrar aðstæður í jarðvegi til þess að flytja hitann frá strengnum og þannig að getur flutningu meira gegn þann streng í sambandi við Ísland. Þarftu mun stærri streng og kostnaðar meiri streng til þess að flytja það saman. Já, það var tölur sem ég sá, það var ekki stór, það var ekki neina rosa stóra tölur, en það er ekki að skoða það betur. Það getur verið það. Það er tölur að tala samtal á það sem að eða hraunin hérna á Íslandi. Já, það var einhverja tölur hraun sem ég skoðaði. Ég man ekki nákvæmlega hvað var, en mér fannst það ekki vera stóra tölur. En hvort það var rétt eða ekki, það ekki. Já, ég er ekki svo. Já, Selviður Dofri, ég var með Grænlandsins. Takk fyrir fróðlegt erindi og góða spurningar. Ég langaði bara að hnykkja því sem að Þórunn Eyfjörð sagði hérna áðan og kannski varðandi framhald á svona umræði. Það vantar svolítið bara að við spyrjum okkur til hvers við erum að leggja þessar línur hingað og þangað. Það er grundvallarspurning og svo af því að hér eru margir frá Landsneti þá væri gaman að vita það hvort að það hafi verið reiknað með því sem að var áhugaverður punktur í erindi þínu áðan. Hvað með það ef að það verður mikil óánægja á líftíma loftlínuna með að þær séu þarna uppi? Það þarf ekki að veita reiðan bónda til að taka niður línu. Hafið þið reiknað með því Landsnetmenn? Það geti hent. Já, nú snýr fundurinn sér að Landsnetsmönnum í annað skipti. Hérna veit ekki hvort að það er illa gert við gesti. Ég er bara að reikna með áhættunni. Getur Karl Ingólfsson skýrt hvort hann átti 95 danskar milljónir íslenskar? Það voru íslenskar. Takk. Það er nú bara eitthvað sem tekur ekki að tala um. Já, það er Reynir Reynisdóttir. Mig langar að spyrja þig, finnst þér ástæða út frá þessum kostnaðarsamanburðinum til þess að jarðstrengir séu metnir í umhverfismati til jafns við náttúru? Hver er ástæðan? Mér finnst allavega frá þessu að jarðstrengir eigi að vera alveg jafn mikið til greina eins og loftlínur þurfa að skoða bæði tilvikur í sig. En hvort það var umhverfismat eða annað sem þarf til þess, en allavega þessi skoðaðir alveg til jafns áður en ákvörðun er tekin. Þó að einhverju tilviki segjum að komi fram að
strengurinn yrði dýrari, eins og 20% eða hvaða prósenta sem það væri, eða ef loftlína væri dýrari en samt ákveða að fara í hana. En það sem skiptir máli að á endanum þá hvernig það er borgað fyrir þetta. Það náttúrulega eru notendurnir sem borgað á endanum, þannig að það kemur fram í hærri taxta seinna og þá þarf að bera á móti fólk til í að borga hærra rafmagn og fá þetta í stað, fá þessa betra umhverfi eða sjónrænu áhrif í staði. Það er náttúrulega alltaf sem að þarf í lok dagsins að bera undir sig. Mér langar aðeins að fá að misnota aðstöðu mína í æpandi fáfræði minni hér. Það talar línuvegi meðfram loftlínulögnum en eins og einhver benti á áðan ekki talað línuvegi meðfram jarðstrengjum. En þegar jarðstrengur bílar, hvernig finnur maður út hvar bílunin er og hvernig kemst maður að bíluninni? Hlýtur ekki að þurfa að maður bara fljúga eða bara á hjóli? Það til aðferðið eftir stundum oft lagðir ljósleiðara með jarðstrengjunum sem getur hjálpað til að benda á nokkuð nákvæmlega hvað bílunin verður. Eða þá að það er búið að mæla strengin áður, hann er alveg þekkt eins konar svona rít eftir strengnum og svo er það sett aftur á strengjum að mældur þegar það vita að hann er bilaður og þá er þetta að finna út nokkuð nákvæmlega hvað langt er í bilunarpunkti. Síðan er farið það að reynda að finna upp og það þarf að grafa náttúrulega strengi. Langar líka til þess að það komið fram hérna að umræðan milli loftlína og jarðstrengja er ekki annarkvort eða. Hún er miklu frekar á því formi að skoða báða þætti og svo er kannski útfærslan ekki hrein loftlína eða hrein jarðstrengur sem kallaði partíar umhverfið. Það er engin annmarkar við það að leggja loftlínu eða leggja línu, kannski að megnum til sem loftlínu en taka hana í jörð á viðkvæmustu svæðum. Og klassískt dæmi þetta er til dæmis Eyjafjörður, sem að fyrir ykkur raflína frá Fljótsdalsvirkjun og vesturinn á Grundartanga. Kannski byggða stóðleiti sem loftlína, en það er hægt að taka hana í jörð, eins og í gegnum Keflavík og Akureyri og frænga flugvöllinn. Það er svo skemmtilega til að jarðstrengur á þeirri leið upp til 10 km, en loftlína niður í 17. Við líftíma framreikninga þá er allt sem stendur til þess að jarðstrengurinn verði að taka. Þannig að þetta þarf að skoðast, að það má taka og kannski leggja allt mann þessu loftlínu og taka það í jörð þessu stöðlínu. Líftímann, þú ert að tala að lengra meðan við kannski 60-70 ár. Hefur reistum einhverja framleiðendur sem hafa breytt þessu tölu 40 ára líftíma og þess að þeir garantera bæða á eldristengjunum og þeim nýja. Hefur það eitthvað breyst? Ég var að segja 40 ár frá framleiðendum sem við kallaði design life og það er það sem ég setja fram. Ég hef ekki séð að það hefur breyst enn sem komið upp en það er eins og eitt, maður passa sér alltaf á þessu framleiðendur segja í báðar áttir þegar maður sjá alls kyns rafbúnað að það þarf að vera, þeir tryggja sig alveg fyrir fyrstulega fyrir og þeir brendur sig á því áður að halda gömlu strenginu myndi endast lengur og þeir gerðu það alls ekki. Þannig að þeir fara mjög varlega í þetta líka. Þannig að þeir hafa ekki breyst eitthvað Jú, þegar maður tala við þá segja þeir að þeir endist miklu lengur en þeir gefa það ekki út. Spurningu er reiknað inn í líftímann hjá línónum eða veðurfarsbreytingar sem hefur verið á jörðinni? Nei, og ég hef ekki hugmynd hvað áhrif það hefur. Það eru fleiri stormar og það má búist við því. Já. Þannig að eins og má segja að línur sem hafa verið byggðar á Íslandi hafa verið mjög vel byggðar og það var staðið náttúrulega mjög slæm veður, staðið sér mjög vel. Íslendingar byggja góða línur, má segja það. Jæja, góða fólk, er þetta... Já. Ég held að við segjum að þetta sé ágætt í bili. Við höfum eflust eftir að tala oftar um þetta, en það er gott að sjá að hugsunarhátturinn að þetta sé ekki annarkvort eða, heldur þetta, ég þykir að segja hvorugt, heldur bæði og að finna bestu leiðina
á hverjum stað og það bara gert með því að vita hvað maður að tala um. Það þekking sem verður að liggja baki. Baki það eru rannsóknir og þær úrveldast mjög hratt vegna þess að verða tækniframfarir á öllum sviðum. Þannig að við höfum æðislust eftir að sjást oft. Ég þakka ykkur fyrir komin í dag en við Guðmund Inga að slíta fundi. Takk fyrir kærlega. Já, góðir gestir, ég vil bara þakka Þórhalli Hjartarsyni kærlega fyrir erindið og ykkur fyrir afskaplega góða og gagnmerka umræðu sem að áreiðanlega getur haldið áfram. Svona eftir að yfirleitt sitja ég ekki bara og hlusta, það nú ekki þannig með mig. Ég gerði það í dag og það alltaf gott öðru hvoru. Það sem ég svolítið skilinn eftir með hérna í dag þetta að umræðan fer út í einhvers konar aðstæður, það er mjög mikilvægt. Hér var þó almennan samanburð að ræða sem við skulum ekki gleyma. Þessi samanburður, hann að gefa okkur mjög sterkar vísbendingar það að það ber að taka jarðstrengi og loftlínur hvoru tveggja til skoðunar. Það eitthvað sem mikilvægt, alveg sama hvort að við erum á því að leggja beri jarðstrengi eða loftlínur. Þetta einfaldlega til þess að reyna að draga fram hvaða áhrif af hvoru tveggja á umhverfi og samfélag. Það réttmæt krafa alls almennings. Ég held að það liggi svolítið eftir þennan fund hér í dag. Þannig að verkefni framundan og kannski verkefni, þannig að ég ætlum að fara að segja Landsneti fyrir verkum. Það svolítið það, núna þegar verið að skoða kerfisáætlun og setja hana í umhverfismat í fyrsta skipti og einstakar línuleiðir, að skoða báða þessa kosti og bera þá fram fyrir almenning, fyrir sveitarfélög, fyrir einstaklinga, útivistarsamtök, náttúruverndarfélög og þar fram eftir götunum. Til að svara því aðeins af hverju var Landsneti ekki boðið að vera hér með erindi og af hverju var ekki talað fleiri þætti heldur en þetta, einfaldlega það að þetta átti að vera hádegisfundur þar sem þessi skýrsla yrði kynnt. Og ég veit að þið skiljið mæta vel að sjáum það líka á tímanum að það var alveg algjörlega passlegt. En ég alveg tilbúin til þess að skoða og þá sérstaklega í samstarfi við aðra að við höfum fleiri fundum þessi mál. Því þetta eru mál sem að virkilega brenna á fólki og þau skipta miklu máli. Þau varða framtíðar uppbyggingu ekkert annars heldur en raforkukerfisins á Íslandi. Ég þakka ykkur aftur öllum kærlega fyrir og vonandi sjáumst við öll í miðgarði bara líka verið með fundar á fimmtudaginn þannig að þið hnippið í alla sem þið þekkið fyrir norðan og ég vona að við Þórhallur komumst þangað og það spáð illa. Takk ykkur kærlega fyrir komuna. Já.